Nú eru bara nokkri dagar í vorveðina. Þetta bara bresta á. Örfáir dagar, maður farin bara bóna bílinn og allt fyrir þetta. Það var bara röð út veiðiflugum. Við kýttum þangað, menn að kaupa sökkanda á Black Ghost. Já, Súpertinsel og bara allt í svona sjóbreytnings. Það var svona svolítið sjóbreytningsstemmari. Já, það var mikill sjóbreytningsstemmari og trailerhúkinn og Rublex Nymphs og allt þetta svo þarft. Það að sjálfsögðu allt fáanlegt í veiðiflugum á Langholtsvegi. Yes, sir. Þeir standa með okkur í þessu og við þurfum að fara að græða okkur upp fyrir okkar rodeo. Já, eldvastemmingu. Eldvastemminguna. Herðu, við feikum til okkar mikinn sjóbreytingskappa. Sjóbreytingskvíslari. Já, svona það meiri sem verið fyrir mér allavega svona einhvers konar þjóðsvagna persóna í veiðinni. Það fer ekki mikið fyrir honum en maður sér alltaf svona dunk upp einhverja myndir á honum með einhverja reisa sjóbreytinga og flesti munar nú örugglega eftir honum með svona fyrsta ofururreðan sem vitist Þingvöllum 28 punda tröll 28 punda tröll af bát, þú veist, ég sé þessa mynd ennþá fyrir mér aftan á mokkanum, sko. Já, þú veist, hún bara límd inn í hausinn á mér, sko. Ástæða fyrir maður að stunda þetta vatn svolítið. Já, einmitt, Ólafur Guðmundsson þetta er mikill sjóbreytingskempa og fóru við svona mestuleiti yfir það, þó við nú aðeins kíkt í Þingvallavatn og upp á heiðar þá fengum við svona þú veist, það er alltaf þessi obsession í okkur, sjópinn. Já, ekki bara að leifa honum svolítið að segja frá þessu. Leifum honum að segja frá þessu, en við minnum náttúrulega á Tokyo Sushi, það er ennþá heilurinn 10 þar fyrir afsláttakóða, virkar í appinu, netinu, á kassanum, á stöðunum og í sjálfsagreislu og það er alltaf sami söngur í Birkir. Lax úr landeldi. Lax úr landeldi, það er það sem við viljum sjá. Mikilvægur punktur, sko, ánægði með þá. Svo er það góða fólkið á loopmerge.is. Þau vilja minna okkur á að setja ekki bakið á bakkan, heldur taka það aftur með sér, setja það í dolluna, í vasan, skilja það bara eitt tryggstöðar annars staðar. Já, þetta fer með í gitni og flugur og alls konar. Allt, bara þetta á bara heim í ruslinu. Já. Þeir eru búin að nota. Svo er það besti vinnurinn á bakkanum, það er Viking, það er léttölinn. Það er bara, þú veist, maður loka bara augunum. Ég er að fara að gera gott múf núna í Eldvatni, setja hann svona hálfan inn í sandinn. Kæla hann þar svona eitthvað sandkælingatækni sko. Það kemur bílkaldur ég ætla að kæla hann aðeins meira sko. Ok, það gæti nú verið samt snjóskafl líka. Já, það er ekkert vera. Víking í snjóskafl. Nei. Það er stemming. En Ólafur Guðmundsson, njótið. Ólafur, velkomin í Hilinn. Loksis. Já, loksis, verður mættur. Það eru gláð margir sem kannast eitthvað við andlitaður sko, endilega á þess að tengja og ég held að með grunar að það sé frægur fiskur sem byrtist aftur á mokkanum 2005 28 pundari úr Þingvallavatni. Já, og dagblæðinu og allt. Já, alls það. Þetta var markaðilega svolítið svona kannski upphafið að þessari bylgju sem var svo í uppsveiflinu á urriðanum og veiðiskapnum á urriðanum. Já, það getur alveg verið sko. Varstu búin að vera að stunda þetta mikið? Ekki beint urriðan sko, ég alltaf við bleikju bara og þvælast og síðan, þú veist, fengum við einn urriða og svo fengum við annan, svo stærri og þá var maður bara alveg humlulegs bara, þú veist, þetta var svo klikkað. Og svo komið þessi stóri náttúrulega, þá var þetta bara búið, þú veist, þá væri hann hverjum degi. Já, sko, náttúrulega 28 bita urri, þetta er engin smá skeppna, veist, ég man að ég var í flugvél þegar ég sá þessa mynd, sko. Þú veist, maður bara trúði ekki að svona urriði var til og hvað þá á Íslandi einhvern veginn. Ekki heldur, sko, þú veist, þetta var... Getur þú sagt okkur aðeins söguna af þessum fisk? Já, þetta var bara einhvern veginn búið að vera óslega mikið rigning og svona blanka logn, svona súldi og öllu og maður blautur og kaldur og á bát og svo nákvæða að fara upp að klettunum og fara að míga og ég búin að míga á undan vinnu mínum og svo kastaði ég bara út í hinum einn og það var fiskur á bara og þetta var bara þannig var þetta og hann dró að bátinn út fyrir og þetta var svona smá, svo hann kom upp á yfirborðið og það var bara einhvern veginn, maður veist ekki hvað þetta var sko, þetta var stórt þessum augum maður aldrei sér svo stóra fisk áður sko. Hvað þá lax eða eitthvað, þú veist, þetta var bara Þetta er náttúrulega, hann alveg einhvern veginn í fullum skrúða sko, djúpur og langur, hvað er þetta, 94-5 cm fiskur? Já, 96 og var 67 cm umhol bara þykkur alveg rosalegur sko. Það er alveg fáralegt sko.
Birgir, hefur séð svona þingullega Þú veist, nei. 67 í ummál, þetta Ég hef séð 90 cm fiskana, svona krómaðan geldar eitthvað, en það var ekkert líkt þessu. nei, þetta var einhvern veginn, maður var algjörlega agndofa yfir þessum fiski og hérna, maður kannaðist nú við bakgrunninn á myndinni, sko. Já, allir að skoða það. Allir sem löðist mikið við það, en hérna, þú veist, þetta var svona, varstu stífur í þessari bylgju að veiða svo urriðan bara þarna í framhaldinu þessu? Já, ég svo náttúrulega hafði ég samband við Jóhannes og leita hann að fiskinn og við erum að mæla og vikta og svona. Og síðan svona í framhaldinu þá sá hann sér góðan leik í því að leita mig á merkibissu og ég var bara allt eins og grár köttur að veiða og merkja og já, og bara var að veiða urriðan allt, sko. Áður en að byrja að selja veiðileyfi í Ósinn og þá var þetta alveg og Þorsteinsvíkina og Þetta var bara þjóðgarður og rest. Já, eiginlega, síðan fór þetta bara mest út í að vera hérna sunnan megin, hérna hjá Jósnum og Þorsteinsvíkinni. Jú, þjóðgarður náttúrulega á þessum tímum, þannig að maður sér einhvern veginn, þú veist, þá að segja þekki þig, Ólafur, mikið, þá sér maður svona bara á myndum og þessu poppar upp að þú ert svona svolítið fanatískur kall greinilega að vera, þú veist, bæði það að vera eldastu urriðan á þessu tíma á vorin í Þingvöllum og svo náttúrulega hefur maður mikið orðið varfið í kringum svona eins og vatnamótin og sjóbríðisveiðina. Já. Hérna, sem sérstætt áhugamál okkar Birgis. Hvenær byrjaði að stunda hana? Sem ég man eftir, það var heldur bara ég á nýkomum bílbróðið og man ég eftir mér upp í Hörgsáni keypti þar leyfi að stangveiði félag Keflavík eitthvað hannig. Já, Hörgsá síðu. Það er bara pinkulítil á sem rennur hérna á milli Geilandsár og Fossála. Já. Og það ég var platað bábygglega það hafi ekki verið í byrjun ágúst eitthvað hannig, sko, sem var engin fiskur og eitthvað, en þú veist, ég hafði ekki vita á þessu, sko. Nei. Þetta var fyrsta sjóbörningsferðin mín allavega. Og hvenær ferðir þú að ná einhverjum tökum á þessu 8 ári? Síðan fór ég vatnamótin nokkrum ára setna, þú veist, og þá lengti maður í svona skemmtileg veiðferð, sko. Þannig að þetta var, svo fór þetta bara, já, síðan var ég bara alltaf með annan fótinn, sko. Nú er mikið talað einhverja svona uppsveiflu í sjóbríðisveiðinni með að sleppa og örugglega einhverja náttúrulega aðstæður líka hagstæðir. En hvernig var þetta fyrir 20-25 árum síðan? Var allt morandi fisk eins og þetta? Nei, ekki í vatnamótunum, það var ekki svona mikið svo núna, sko. Nei. Það var allavega, þetta náttúrulega í raun og verið svona svo línur, þetta steg, einhvern veginn hefur þetta verið þannig sem að ég meðfundist á stegmagnast svona rólega upp og niður. Sveiflurnar eru svo litlar, sko, og hægar sveiflur, sko. En mér finnst eins og toppurinn að veri bara fyrir svona 3 árum síðan í klósis. Allan í vatnamótunum. Já. Náttúrulega. En voru líka, þú veist, nú voru náttúrulega að sjá gríðarlega mikið af stórum fiskum. Maður veit ekki hvort það sé bara einhvern veginn tilkomin samfélagsmiðla, betri skráningar og svona operation í kringum þetta. Já. Voru alltaf þessir 90 plus cm birtingar hérna í veiðinni? Já, samt ekki svona mikið sem ég var varfið, sko. Það var mikið 80 cm. 90 var ekki svona eins og bara svo núna fyrst mér að vera ótrúlega mikið af þeim, sko. Já. Þarna mögulega að beða og sleppa einhvern veginn. Já. Að koma inn í þessum að bæða auknum fiskimagni og náttúrulega fiskarnir verða eldri og náttúrulega ég minna að það er náttúrulega frækt eins og í vatnamótum að menn voru að fara ná að sér í soði bara náttúrulega. Já, það var alveg fengið sér í reik alveg helling, sko. Já. Ég er alveg segur fyrir því. Já, ég held að sé enginn með þetta borð alveg saklaus, sko. Það sjálfsögum má maður fara í kistuna og ná sér að éta maður, annars er þetta bara rugl. Það verður ekki að veiða og sleppa og taka ekki fisk í soðið. Það er bara... Já, við erum náttúrulega miklu fanatíkar í dag, ég og Birgir, sko, en ég veit ekki hvort sé meira með að gera sem bara latir að gera að og slæja og beinhreinsa, sko.
En ég fekk engan reyktan fisk í vetur, þannig að það segir svolítið að ég hef ekki búin að veiða mikið síðasta sumar á síðasta haust. Nei, og svo náttúrulega þetta allt orðið við að sleppa í rauninni. Já. Eða megnur til allavega. Já. En hvernig, sko, þegar þú ert að byrja á svona, þú veist, svona aðalega áhuga út frá flugunni, hvernig ert að veiða til þess að ná árangur eins og í vatnamótum? Þetta mikið flæmi? Það eiginlega bara, þú veist, ég voru misjamt bara. Ég vil bara ferkasta og þetta bara droppa róleitum niður eða þá strípa upp og þetta svona litlu sem gefur mikið ef maður að strípa þetta upp. Litlu fiskarnir? Já. Annars, þetta bara svona róleg heita veiði, sko. Og náttúrulega taka mikla yfirferð vantarlega. Já, og maður þarf að sprikla sættir alveg til þess að Nú þetta mikið svona vað, mikið sandblett svæði, hefur lendið ykkur svona háska hana? Já, maður búin að vera nánast fastur hínum megin, þú veist, búin að upptekina einhverju veiði, sko, í fisk, svo, og maður veit að maður komin alveg upp að brjóstum í vatni, sko, og það maður að sprikla upp þetta, sko, alveg til þess að komast yfir, sko, en jú, maður alltaf komast yfir, en það lendi alveg farið fyrir og svona, sko. Já, svona einhvern veginn hræðsla mín á að veiða þetta svæði þú sérðu eitthvað flottan álaðna lengst út í, eða skilin eru lengst út í, eða eitthvað, og þú bara ferð þína leið og fyrir ykkur að fiska og svo dót, en það er að koma tilbaka, þú er kannski búin að veiða þig niður 100 metra. Já, og þá er komin einhvern svaka. Já, þú veist ekkert hvað er á bakvið þig, þú er bara á leiðin í land, sko. Þetta er fljótt að breyta, sko. Já. Og líka að byrja að dimma og svona, sko. Akkurat, sko. Það byrja alltaf að dimma svo snemma að maður alltaf þessi bara dimm strax, sko. Maður gleymir sér alltaf, sko. Akkurat, sko. En nú, ég spurði það að við byrjum að taka upp, þú veist, þú verið að þvæla þarna líka bara svolítið í júli og svona. Já. Þetta er eitthvað svona tími sem að mér er svolítið dreymt að komast í að veiða, þú veist, lok júli, þá var maður alltaf einhvern veginn búin að selja blíðu sína í sér lagsveiðisögn, sko. Hvernig er það á þessu sveiði? Lítur að vera geggjað ef maður vantilega færri fiskar og svona, þú veist, að lendi í þessu nýja gengunu og svona. Já, það er alveg gaman, sko. Það þarf bara eiginlega að vera niður frá, sko, fara vel niður til, sko. Niður í óstæðsamna, sko. Hefur verið að stunda það? Hvað er þetta? Skafta á Hólmasvæði? Já. Ég er búin að vera mikið þar og þetta er náttúrulega bara vinna, sko, að hitta á kvikindin, sko. Þeir eru líka saman einhver pitt, þú veist, þetta er út um að þetta er svona hjút svæði náttúrulega, sko. Og bara hitta á og reyna svona að lesa út hvað hann gæti verið, og alltaf verið fylgist með einhvern að sé einhverja stökkva eða eitthvað, sko. Já. Er það Ragnar í Hörgslandi sem er með þetta ennþá, eða? Já, það er geggja að komast í eitthvað svona. Já, en samt ég fer alltaf að hugsa út í hvað þetta er ógeðslega erfitt, sko. Já. Þetta er ekkert, þú veist, ég gleymi ykkur, sko. Þeir komnir, þetta er heilt alltaf gott veður þarna, sko. Þú veist, þeir gleymi ykkur bara. Komnir úr og ofan, þú veist, að rölki vöðlunum mann eitthvað, að reyna að finna einhverja staði, þú veist, með bakbokan, þú veist, og kannski eitthvað smá að drekka, þú veist, og já, ég meina, þetta er náttúrulega eitthvað lok júli veiði. Ég er bara að taka stöðuna, sko, eins og bendinni segir, sko. Já. Maður er ekkert að fara að segja að maður sé að fara að veiða, en maður er bara svona að skoða það, sko. Kría. Já, þetta er kría, já, akkurat, sko. Þetta er náttúrulega bara, hann í lok júli, þetta er bara svartu sandur út um allt, ef það er ekkert lok, þá er bara hlýtt, sko. Já, alveg steikar, sko. Þetta byrjaði að hljóma betur, en ég var að hugsa þetta sem októberveiði. Já, maður horfir alltaf á út frá því, sko. Það er bara, þú veist, þetta er fram í ágúst, svona, já. En hvernig er aðgengi að þessu? Þarf ekki að labba heldur langt til að koma þér að svæðinu? Nei, þetta er, keyrir náttúrulega niður þetta frá bakkanum og það eru svona 8 kilometrar frá bakkanum og niður þetta. Þannig slóðið bara. Og síðan þarf að labba bara þaðan út frá bakkanum og út í þetta er kilometrar eitthvað sliðis, 500 til kilometrar út í. Já, bara vaði í sandi. Og síðan bara ef þú ert duglegur og þú veist að það eru staðir alveg lengst niður þetta, sko, alveg, og skilin er alltaf sterkar og sterkari, sko. Þannig að þú veist. Hvað þá, sjónum og skaftan? Nei, sjórin er langt í burtu, sko. Þannig að ég sé þetta ekki einu svona fyrir mér, sko. Það er flott hús hérna, veiðhús, kofi sem ég er búin að vera sáðumanninn okkur ár. Já, ok. Þannig að þetta er svona 12 volta rafmagn
veist, þetta bara Þetta er ekta ekkert svona eitthvað snobbsétt 12 volta rafmagn, ertu bara með sígarettu kveikir að plugga? Já, sem hlaða síman, já, sjálfsögðu svo er ég með bara svona flottan hátalara sem setur Wi-Fi eða hann Bluetooth, já, veist, og það er bara góðu bassi því og allt það stemming þetta er innur allt annað, sko bara einnúnda grill og einn hann á tippinu, skilur úti bara í sól og flottu verið, þú veist, það er enginn að koma þarna og veist, útlegs fyririldi sem koma þarna, sko þannig að koma hann í skjól ef að vonduður Þetta ljómar svona eins og einhver paradís, sko Þetta er bara svoleiðis og ertu þarna bara, þú veist, er þetta þú veist, þú segir þessi langt sjóin þú veist, þú ert ekki að reyna að satsa fisk sem er að koma þefa vatninu og fara aftur út þetta er ekki falla veiði það er frekar stutt í sjóin ef þú fer bara beina línu frá húsinu nýrættir en Skaftá fer alveg í góðri beiginu niður og þannig að þetta eru fleiri kilometrar sem að hún rennur áður en þetta svæði sem að sko. þú ert að veiða þegar þú ert að er þetta restorsvæði líka eða er þetta svona afmarkað staðir svona þau Já, þetta er svona bara út frá húsinu veist, og þar koma skil bara nýrættir og Er maður ekki bara röltað nút og leita dýpri blett en þú stendur í? Jú. Svona nánast? Jú, maður bara finnur þú maður alltaf þekkja alveg hvernig þetta er, sko en maður er búin að vera að veiða fyrir að vera laus sandurlundir og svona eitthvað Nei, hann er ekkert svo maður sekkur aðeins svona, þú veist, stundum en annars er þetta bara Það getur líka verið svolítið bara hefnismál, sko með sandinn Já Ef þú stegst til vinstri, maður hefur verið að vaða með ykkur útiddir og hann er 10 metra til hægri hann fyrir að sökva, sko Já, eða þá einhvers kemur eftir manni þá kannski sekkur hann ekki, sko Já Það er ótrúlegt En þetta er náttúrulega bara sömu skilin þetta er, þú veist, þetta vatn úr Fossálum og Geilandsá og þetta sem kemur að núti sem eru þarna bara allaveg niður Já Þetta hljóma vel Hvernig veiðir þetta? Er þetta bara sökkandi og stór streamer? Já, bara eitthvað, þú veist það er ekki að vera stórt, bara eitthvað lítið og bara fyrir allt eftir hvað, þú veist, bara hvernig veðrið er og hvernig vatnið er og Segðu okkur aðeins, hvernig setup? Þú ert bara við húsið, það er verslunarmannahelgi, fallegur dagur, þú ert að vera að veiða, hvernig stöng og línu og svona hvernig... Bara nýfyrir stöng og bara sökkanda, veist. Já, þú bara einhendir þetta allt, bara. Já, og gaman að líka vera með tíðtunarna, sko. Svona. Já. Finnst þér eitthvað munur að vera í einhverjum svona sólríkum dögum og dóti þá að vera með svartaflugur versus hvítar eða eitthvað? Nei. Bara ef þú hittir á það þá það oftast? Já, það er bara svolítið svoleið, sko. Já. En svo, þú getur verið lengt í fiski, veist, það er alveg því líkri göngu þarna, sko, og hann er bara í ætnu breiðu þarna og sér bara gárarnar eftir það og þeir eru bara þvælast hann sko, og þú kastar það er ekki högg, sko, þeir synda fram hjá þér alveg bara við lappirnar á þér. Þeir eru bara gangað upp en taka ekki neitt, sko. En svo að þú veist að allt í einu kemur þetta bara tekur og síðan dettur út. Oftast er maður var við fiskinn, sko, þú veist, maður sér oft ef það er gott yfir, ef það er ligna og sér getur horft út, svona aðeins út fyrir. Já, nú getur staðsettan í öllu flæminu. Já. Þeir er alltaf stökkva og alltaf... Já, það kemur oft fyrir og þeir sýnir sérna, en það er samt ekkert alltaf þannig, sko, en maður sér það þegar þeir eru að ganga, veist, þá koma gárarnar. Þá er það að synda mjög grunnt, sko, oftast í bara jökulvatni. Þetta er áhugavert. Núna er ég að segja alls konar leyndamál, sko. Já. Það verður slegist að vera í 12-voltakófanum með góða bassarum. Það er bara svoleiðis. Partíkófanum. En þú er heldur betur komið víðar við. Ég hef búin að skrifa niður langa lista og þar með Tungufljót og svona þekkta stærðir. Mér langaði að spyrja, þú veit í ám hana Laxá og Brúará. Hvernig það er þannig hvað Hverfisfljóti eða eitthvað leir. Já. Og það er 50-60 kilometra frá sjó. Nei, það. Ef þú tekur sko... Það getur ekki verið. Ekki? Já, ok. Og dreigið þá fullir ykkur tilbaka, en þetta er alveg lengst upp í landi, veit ég. Og fiskurinn hann færðast þannig langt og kemur oft seint. Hvernig veiði er þetta þarna?
Þetta bara í þessu öllum ámanna sko, það er ekkert vatn í þessu yfir sumarið, og svo koma rigningar, ágúst, enda ágúst, september, þá kemur hann upp, hann í jökulvatn náttúrulega sko, og síðan að fer hann að sína sig hann, kemur hann upp, og þetta bara eins og í Tungufljótinu. Þetta skemmtileg veiði eða? Já, þetta mikið vatn, þá gaman að vera. Það náttúrulega margir kannski sem hlusta sem kannast við myndina frá Pálma Gunnars og Sigurður Pálssyni hann að veiði í skilunum á Laxá, held ég heiti. Flott fiskar. Já. Ok, en ef við förum aðeins yfir í Tungufljótið, maður hefur séð marga myndir að þar og þú hefur mikið verið þar, sérstaklega á tímanum sem Einar var þarna, þykist ég veit það. Já. Þú veist, nú erum við að horfa á Tungufljótið í alveg hæstu hæðum, við erum að tala 1000 sjóbreiddíka veiði og eitthvað. Hvernig var þetta þegar þú varst að byrja að fara þarna? Já, ég veit ekki, það var alltaf töluvert minni færri fiskar sem kom þarna, Stangaði ekki eitthvað með þetta, og múttu við á spúnarna og líka við bara maðk og allt, það var það fiskir sem við komum þegar þeir voru var síðast árið þeirra, þá voru bara nokkri fiskar sem kom upp. Það var alltaf talað neitt það, þú veist, hvað var mikil veiði þarna, það voru alltaf fullt af veilum seltana, sko. Þannig að margir sem alltaf vissu af þessu og voru ekkert að skrifa bókina, finnst mér allan að virka þannig, sko. En síðan byrjaði þetta að aukast, Einar alltaf byrjaði að veiða að sleppa þarna. Og þannig að veiðin bara fór að aukast eitthvað að viti, sko. Þetta náttúrulega einhver smá stubbur í rauninni þessi á, þetta ekki mikið, þú veist, upp í þennan Bjarnafoss. En svo náttúrulega alltaf þessi góðsögnum að það fari fiskur upp þann foss og svona einhverjir hafa sagst á að séð og maður samt einhvern veginn aldrei alveg vilja trúa þessu. Hver þín skoðun á því? Ég trúi að hann fara nú, sko. Hefur séð það á þetta með róan? Nei. Bara upp á sillunum hérna við fossin, sko. Þú veist, ef maður að labba að þvælast eitthvað upp fyrir ofan, þá var fiskar bara verið ofan í hólunum, sko. Þannig að ég trúi því alveg að það fari fiskur alveg upp, sjóbreidningu alveg 100%, sko. Maður hefur síðan á fossi alls konar vatnaföllum, litlu vatni, miklu vatni. Mér finnst ég alltaf einhvern veginn sjá leið, sko, fyrir fiskinn að fara þarna upp. Þetta ekki eins og þetta sé brattu foss, sko. Nei, þetta svolítið sérstakur foss nefnilega, sko. Það væri... Ég alveg með þá hreinu að sé að hann fari þarna upp, sko. Alveg, kannski ekki mikið að fiski, en þú veist, það Ég hef séð og reynt að hoppa þarna. Það margóft, sko. Já, hoppa oft þarna stanslaust. Já, en þetta lítur út fyrir að, ég horf bara Reykjafoss í Varmá og sem náttúrulega miklu meira vatn og allt svoleiðis, hann lítur út fyrir að erfiðari, sko. Já, maður kemur þú veist, ég maður þegar Laxá var með Varmálið, þá stóð alltaf bara í veiðleiðun, bara Reykjafoss ófiskingur. Það datta bara einhverjum í huga. Það færi fiskur hann upp, sko. Það hefur eitthvað samt verið að kíkja þarna síðan. Já. Nei, ég segi svona. Já, ég meina, ég gerði það. Ég veit þarna fyrir ofan sem krakki og stæði. Já, sjálfsögur. En hvernig sko, ég veit ekki hvort þú kíkt ekki á þetta, en það náttúrulega þetta svæði sem er kallað Stangarhlaup, þar sem hún bara öll áinn í ykkur 2 metra skurði, eða náttúrulega ekki skurði, en búin að grafa sig núna í Móbergsklöppina. Kannski ekki vænlegt að veiða þar, hún væntanlega 10-15 metra djúp eða eitthvað. Ég hef eiginlega prófað bara breiðuna þarna, sko, veist, bara þar fyrir neðan og alltaf fengið staðbundnur eða, veist, svona pund, 2 pund kannski eitthvað. Það eiginlega eina sem ég fengið þarna, sko. En hvernig þetta, þú veist, segjum ef að Bjarnafoss fleigaður bara, hann bara 100% fiskengur. Þetta þá bara eitthvað smá spott upp í einhvern annan? Ég veit það ekki, þetta rosalega mikið, rosalega breytt þarna fyrir ofan, sem ég allavega séð að fara upp á, klífra upp og horft yfir, sko, og þá þetta mikla breiður, sko, en grunnt. Og þú veist, ef hann verið fleigar, þá voru náttúrulega minni veiði niður frá, en það þarf maður að fara að berjast við hver titt hann að eldast við hann uppbyttir, þannig að En þú veist, einhvern veginn þó það nú væri. En þá kannski verður meiri stærra hrygningarsvæði og þetta getur verið að auka slíka fiskurinn og getur skemmtilega. Fleiri stangir og meiri peningur. Þú veist, það mætti nú alveg, sko, 4 stangir á haustin, þú veist,
það er ekkit, maður er ekkit að maður er ekkit að fá víðötu brjálaði þarna á veiðsvæðinu sko, með 4 stangir honni alls sko. ekki sko. Það mætti nú alveg mættu kannski alveg vera 3 ár sko fyrir mér. Já. En sama þarna, mér finnst þetta allt svo forunilegt því að þetta er svona einhvern tími sem maður er ekki komið sjálfur í. Hefur verið að veiða eins og niður í Seyðisfirðihólma og niður í Kúðafljóti í júlí, byrjun ágúst? Nei. Jú, aðeins bara í byrjun ágúst þá fekk ég lax eitthvað svona skeldfisk. Hvaða tilfinningu hefur fyrir því þegar hvernig fiskurinn er að mæta þarna? Það bara, þú veist, upp í ána það er bara fyrir fyrstu rigningar sko, ef að gemur alveg úrhjalli sko þá kannski að fer hann upp en hann hverfur einhvern veginn og sér hann ekkert eða sjatnar í, þá er eins og sé ekkert fiskur í ánni sko. Hvort hann færi sig aftur niður eða færi svona einhverja djúpa pytti og feli sig sko. En þannig ég sé þetta sko. Já, maður hefur séð kannski kemur eitthvað rigning svona miðjan ágúst eitthvað. Já. En þú ert ekki að veiða ána beint, þú veist, jú, kannski slýsast í fiska, en það er alltaf mætti kannski 20-30 fiskar í fossinn og gangið vel. Já, nákvæmlega. Að setja það, sko. Þeir eru bara undir ykkur kvitt fyrir síðan. Já, maður hefur séð á snúa og ská eða nefnir hausin niður eða... Mikið sé foss búslega leilt að við hann. Alveg hræðilegt, sko. Ég er með eitthvað ofnæmi fyrir fossaveiði, sko. Það er eitthvað ótrúlega þreytandi við að veiða þessa fossa sko. En það væri spurning, það væri gaman að sjá að það væri, mér finnst útfallið úr þessum fossi svo flott. Það er svo leiðilegt að fiskarnir sé ekki þar sko. Það væri gaman að setja ykkur á hnullugatna eða eitthvað sko. Já. Reyna að venja á að vera á okkur svona þægilegri stað sko. Búið þetta betra öryggi heldur en hvítfyrir sig í fossurum? Já, þú veist svo Já, svona auðveldar að ná þeim. Já. Píkað upp. Já. En ef við höldum áfram á þessum sjóbreytingslóðum, þú veist, það hefur veitt í á mig svo eldvatni og þessu á þessu ferðaði? Já, ég hef farið eldarsbotna og líka eldvatni. Já. Þú veist, Árni Bald var með eldvatnarlegu í fleiri ár og vildi meina að þetta væri fallegast sjóbreytingsáin og ég er ekki frá því að ég sé bara sammálunum og skemmtilegast að sjóbreytisveiði bara í heiminum eða eitthvað er en það var engin fiskur á það. Nei, ég fór í þetta á stíma sem hafa með þetta sko, ég fengið mjög bleikjur sko, ég fekk enga sjóbreyting en við reyndum, það var ekkert að hafa. Þetta er, þannig að breyti ekki þar en alltaf orðin geigvanleg sko. Já, þvílík breyting sko. Veiði að sleppa og svo náttúrulega eru þeir aðeins að sleppa seiðum þó að sé ekki stóru mæli. Já. En ég meina Árni náttúrulega setta á veið og sleppa en það var alltaf vandamálið að það var alltaf mós á bakkanum þó að það væri bannað sko. Það var svoleiðis. Já. Mörgum stöðum sko. Mörgum ám sem er alltaf, maður tekur alltaf eftir einhverjum mós á bakkanum. Þú veist, ótrúlegt sko ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona eins og bara hundur að pissa á ljósastöð sko, að maðka við maðurinn sé alltaf, það er alltaf veist, sökkur og mosi alltaf, það er eins og það er svona vexumerki eftir eitthvað já, það er eins og verðið bara að láta vita svona, þetta er svona graffarinn I was here eitthvað svona þetta er eitthvað magna fyrirbrigði sko sem mann eftir þessu upp í Lambá í Kjarrá þegar maður labbaði þangað og þar kom oft silsveið með greinlega og voru að stelast til að veiða lax í Lambá sko. Já, frá Arnarsveginum. Já, það var alltaf bara mosi og bjórdós og vindill og bara einhvern veginn allt bara, ég ætla að láta laxið minna að vita að ég var öruglega sko. Ég líka tekið eftir svona, það eru menn búið til vög við bakkan til að halda fiskinu köldum sem þau eru búin að drepa og ég veið að sleppa á hann. Já. Þetta er svo ótrúlegt, fyrsta árið sem strákunum voru með tungufljótið mæti þarna og bara einhverjir menn búin að vera að veiða þarna sjálfur í einhver 2-3 vikur eitthvað sem mæti þarna með rúldíka og fer upp í foss og sé bara svona stóra bara svona búið að gera bara flott bara stór grjót bara life well já, ég var bara djöfullinn, þeir eru kannski bara ekki vita reglunar eða eitthvað, eða bara vanur þessu, ég veit ekki en að skilja svona eftir finnst mér eitthvað að vera svo mikið svona glata væri maður ekki lúmskari þú veist, ég segi fyrir mér ef ég væri eitthvað að veiði þjóðast með maðk
þá væri ég alveg sko, ég var ekkert að sáldra mosanum bara eins og einhverjum karamellum út úr flugvél á 17. júní sko. Svo oft tekum maður líka eftir sko bara fullt af blóði og hreistri sko alveg, glettur alveg útmakaður sko, bara við að sleppa sko, ég var hérna sko með reik sko, þannig alveg potið sko, ekki nema að sé fljótandi einhvers þennan niður, ég veit ekki hvernig fólk landar fiskum. Áttu ykkur að góða sögu eftirminnilegum fisk hérna úr sjóbúrtíksveiðinni? Já, bara stærsta fisk sem ég hef séð, en ég fekk hann ekki á, en það voru írar sem voru að veiða með mér allir í Tungulótur. Og þá vorum við hérna í hvað áttur? Hlíðavaði, já. Þá vorum við búin að vera upp í Búrheilum og þá tók einhvern stóran dreka þar sko 94 cm. Svo fórum við niður í Hlíðavaðmar og það stóðu bara på bakkanum, þar voru eitthvað kastast, þú veist, eitthvað rólegir og við höfum ekkert prófað hann, alveg einn sólarhring sko. Og síðan kemur þessi rosalegi gaur á maður, hann var með 10 sko og hún var alveg keng. Og hann bara, þú veist, skautaði á vatninu, dansaði á vatninu sko, þú veist, í einhvern smá tíma og losnaði af. Þeir voru bara alveg gáttaðir á þessu, þau aldrei lenti verið eins. Þetta var stór fiskur, mjög stór fiskur. Maður hefur séð einhvern veginn til að nú svona tiltölulega stutt síðan ég fór að stunda þetta einhverju viti á haustin, bara 2016. Mér finnst einhvern veginn, þú veist, fiskarnir alltaf verða svakalegir út af þessu við að sleppa sko. Já, það bara svoleiðis sko, þetta alveg æðislegt að sjá það. Og svo enda maður einhvern veginn, þú veist, fiskurinn að Stebba Jones félagins situr náttúrulega eitthvað svona ný viðmið í haust. Já, 106 cm. Þetta er bara þetta er kvikindi sko. Þetta er fáralegu fiskur. Mér finnst þetta bara heimsmet í mínum huga sko. Já, veistu, það heggur ansi fokkin nærrið sko, kannski ekki í pundum en í lengd sko. Já. Þeir eru náttúrulega ansi þungir þessir argentínufiskar, þeir eru orðnir meternum, en já, þetta er, maður bara hristur hausinu þessum fiski sko. Þetta er alveg magna hvað þeir eru að koma tilbaka aftur sko, og hvað er stekkað sko, þeir lengjast náttúrulega drepa sko, en þeir fara að slá af sko, þeir eru orðnir gamlir þannig að þegar fiskur í toppstandi sko, veist. Já, einmitt eins og þessi fiskur, hann er stífur og flottur og já, það er alveg geðvægt sko. Og ég fikk hérna fiski fyrra títnendan eða sem þætti 95 cm hæng sem var einmitt, þú veist, þú sást á hann hvað hann var gamall, sporðurinn var alveg eittur og hann var allir út í einhverjum örum og eitthvað, en hann var samt djúpur og þykkur. Það er ekkert sem segir mann að þessi fiskur geti ekki orðið metir á næsta ár, skilur þið. Nákvæmlega. Þetta var eitthvað bara munur náðu einhverjum 2 árum fyrir að því að sko 90 var bara eitthvað tala í sjóbrítíki bara, já, ertu komin í 90 cm klubin. Já, mitt. Og þú veist, 90, 91, 92 var bara eitthvað bara, vá, þetta er eitthvað sem maður sá ekki fyrir að maður myndi að sjá, sko. 85 var bara huge. Og svo er þetta eitthvað orðið þannig allavega í Tungufljóti að þetta er eiginlega búið að færast bara á einu ári úr 90 yfir í að vera 95 og svo er þetta núna eiginlega 2 fiskar allavega sem við vitum af yfir 100. Þetta er bara eitthvað, hvar stoppar þetta sko? Þetta er bara gaman að sjá hvernig þetta verður sko eftir, úst, bara með hverju árunni sko. Bara eftir eins og bara með Tungufljóti, þetta er svo svart og hvítt frá því ég byrja að veiða nú. Já. Þú veist, maður sá í bókinni 8-10-5 cm sko, veist, einhvað 2-3 fiskar svoleiðis yfir vertíðina en það er náttúrulega bara frekar lítið fiskur núna bara venjuleg fiskurinn er bara 80 kall sko. Þegar ég hugsaðist tilbaka núna þegar strákarnir tók út að leigu ég og Kristján förum hann að laga veiðhúsið og eitt af fyrsta sem við sáum í veiðhúsinu var korkur af tvíhendu og þá búið túsa á það broke on a big one. Ég tók hann á kork með mér heim. Þetta var einhvern veginn svona, ég hugsaði núna, svona fyrirbóð hvað eru geðislega stóri fiskar þarna, sko.
Já, þú veist, ef þú ætlar að veiða stóran fisk á Íslandi í dag og að vera bara garantít, þá það bara sjóbrytíkur. Já, það svoleiðis. Það svoleiðis. Það engin, eins og þessi októberferð okkar í haust, þú veist, hvað voru þetta, 200 og eitthvað fiskar og það voru teljandi á fingurunum, sko, fiskarnir undir 70. Já, svolítið. Það alveg sá hvað voru tilbúin að borga og ferði þetta ekki til inn í lagsveið, sko. Nei, ekki sem ég veit En Nei, það bara þannig. Svo það nú að verða þannig í sjóbrytingum líka. Það eiginlega verðin að hækka og aðgengi að minnka. Já. Þú veist, þú náttúrulega búin að vera eins og grár köttur og kannski geta þefað upp veiðilefi á sanngjarnum prís. Ertu bara horfin úr Skaftafellssýslunni eða ertu komin á bara leynistæði? Nei, ég góð vinn að srekka, þannig að ég mikið að veiða niður frá. Þannig að ég svo rólegur líka í þessu, ég ekki svo þetta var. Nei. Genið maður ég tæki upp að fara að veiða eftir minnati, þú veist eitthvað. En þú veist eins og... Þannig að ég á ekki krónu gati fyrir veiðilegu, það náttúrulega bara, ég myndi ekki tíma einu svona, sko. Nei. Ekki svona dýrst, þetta er rosa mikið, þetta alltaf samáttum að taka stöng á mót einhverjum, 2 daga, þetta bara handlegurinn alveg af, bara vöxt, þetta svona góð borgarferð til Evrópu. Já. En eins og þarna niður frá, þú veist, þetta ennþá okkur svona prísum sem að maður bara svona gæti réttlætt fyrir sér að taka 4 daga og vera bara Já, þetta bara á mjög fínum prís, sko, og þú veist, þetta akkurat á þeim tíma sem það gott veður, það til bara góð sumbústaðaferð, þú veist, og fara hann að veiða hann, þetta ég fíla að fara hann, sko. Þetta er krefjandi, skilur, að þú þetta smá vinna, en þú fær veljan fyrir að vera duglegur, sko. Já, náttúrulega oftast nær. Já, svolítið eftir ég veit að margir blótaði sandu ösku að fara að veiða hann, sko, en þú veist, þetta náttúrulega maður ekki að fara að veiða til þess að vera ég ætla að fá alveg bara 10 fiskar, sko, þetta var rokslega gaman, skemmtileg veiðferð, sko. Ef þú fær ekki neitt og búin að hafa mikið fyrir í það og alveg djöfist landar komin eftir helvits djöfist strassma, alveg labba og hvað þetta gerast, sko. Já, maður verður kannski að horfa á þetta svolítið bara eins og sumbústaðaferð með séns á fiski. Já, með góðum séns á fiski. Ef þú ert duglegur að fara úti og svona eftir að skoða þetta, sko. En þú talar svona þetta svæði sem svolítið svona, hvað segir maður, snemma á tímabilinu fyrir sjóbrytingin. Hann kemur alveg, sko, byrjar að koma upp í miðjum, sko, júlí. Já. En þetta eins í lok september eða? Nei. Er þetta ekki bara búið? Hann bara farin? Þá hann farin upp, sko. En hann hann alveg fram í ágúst, langt fram í ágúst. Þannig að bara Vestló og eitthvað prime time, þannig? Já, til dæmis. Bara júli, ágúst. Þessi tími bara góður, sko. Þannig að svo bara hitt á, þú veist, en að finna staðina sem að þeir liggja, þú veist, oft svo rosalega margir stórir, við erum að tala bara marga stóra, sko, svona tugatali, sko, liggja bara á breiðumarna, þú veist, í Jökulvatninu. Þetta er ævintýri, sko, já. Þetta ekki mynd svolítið skota veiði, þú finnur gönguna og nærið, þú veist, það ekkert búið að gera heilanda. En samt ekki, þú ert eiginlega ekkert að ná fisk sem gangað hann upp, hann lítur ekki við neinu, sko. Bara strauði fram í þér. Já, þú fær alveg helling út í að horfa á það er gaman að sjá að koma upp svona stóra gauðra, sko. Þetta alveg svo bara selir að fara hann upp, sko. En síðan þetta bara, þú veist, þegar maður að labba hann á milli pitta, sko, og bara labba rólega, þú veist, og fylgjast með, þú veist, og gákut þetta sig ekki, þetta ábyggilega flottur staður hérna og kasta að lifa sassa ekki vera með eitthvað skvapp eða eitthvað, drífa sig eitthvað þá gengur þetta ekki upp. Sko, nú eru fengið marga stóra sjóbrytinga. Já. Hver eitthvað galdur við að fá stóran eða það bara að vera duglegur og veiða marga og sem eru stórir? Það alveg svolítið svoleið, sko. Já. Bara já. Við erum duglegur að veiða bara. Bara sinni. Bara svoleiðis, já. Þú veist, náttúrulega þessi svæði eins og bæði vatnamótin og svona niður frá. Og vera að, þú veist, veiða, ekki vera eitthvað að sitja á bakkanum og bora niður og segja að veist ekki neitt og þetta er umöðulegt eða sitja inn í bíl eitthvað að keyra fram og tilbaka og við erum bara duglegur úti, fara að snemma og
hætta seint og allt þetta. Já, og þetta er að byrja að myrkva og allt þetta, þú veist, það. Nú veit ég að þið báðir gæta svolítið hérna í sjóbreyting. Ég hef nú svo sem gert það líka en ekki á eins og svæði eins og vatnamótin. Þú veist, það svona, ég myndi segja Tungufljót, Geilandsá og eitthvað svona, þetta er svona klassísk veiði, bara ekki ósvipa lagsvið, þú gerir á bakkan og það er einhverju hýlur, hann er merktur og bara fiskarnir eru hér. Hvernig er að fara með einhverja gamla breta í eitthvað svona slark? Samt í sandinn? Já. Það er frekar leiðu byrja að sökkva, sko, þá snúa þessum við, sko, vil ekki þá standa bara bakkanum sem eftir er, sko. Já. Það er svolítið þannig, sko. Já, og þeir finna, þeir verða bara lífhættir, sko. Svo eru sömur sem eru alveg grjótharðir, sko, og maður bara heldur í þá, maður oftast bara með spotta, þú veist. Ertu með það bara svo hunda? Já, alveg til í að bara blotna fyrir fisk, svo, það er alveg, maður þá bara að passa upp á, þeir getur verið alltaf helluðu staður, sérstaklega Eiksdalsvatni þarna. Já, síðan ertu náttúrulega með svolítið svona safe spot þarna sem er bara bakki. Já. Þannig að það er eitthvað sem verður svona lífsrættur og bara hætti sér ekki út í þetta. Já. Það var allavega góðan séns bara að vera að hanga þarna á bakkanum. Já, reynda bílastæði er líka alveg góð staður, safe staður að bara leiður búin að koma þessum gamla á staðinn, þú veist. Já. Það er helt fastur sandur þar, sko, þú veist, sem að í þessum hólur sem allir byrja að berja á, sko. Það er talað bara beint út af fossálunum þannig séð. Já, kannski aðeins ofar. Já. Þetta er náttúrulega svolítið grund, sko. Já, og lappar eiginlega, sko. Já, það bara dóla sér yfir fossáluna og þá ertu komin að góða stað sem maður getur leftum að. Já, reyndar. Ég var ekki rosalega duglegur að fara hann upp, en það myndast líka oft svona pittur og hólur bara upp við bakkana þar, sko. Já. Það að segja það, já. Það er alveg að gera að fara hann upp yfir, sko. Það er bara. Alltaf sandurinn út af fossálum er rosalega þannig sé örugur. Þetta er alltaf, þetta er þjappa niðurar. Svo koma, maður sekkur aðeins og þegar verður það smekir, þá oft vilja fara tilbaka bara. Og líka ef það hafi ekki lungun í það, sko, að hreyfa sig, þá það er ekki gott að örmagnast einhvers staðar 300 metrar frá landi, sko. Nei. Ég heyrði ykkur að sögu eitthvað þú þurftu ekki að sækja eitthvað kall af þyrlu þarna? En sem var pikkfastur eða eitthvað svoleiðis? Það er að bulla? Það getur alveg verið, sko. Þetta er, fólk skilja eftir, sko, vöðluskónuna sína og þannig eftir að núni og vöðlunar bara svona neðanbröðvöðlur og svona bara festast, sogast bara vonni, sko, og bara panika í raun og veru. Ég á einn hálf. Ég var bara að slíta löppin á einum, sko, veist. Já. Voru maður alveg lengst niður frá. Og þá sökka niður, það var eiginlega bara í gönguskum, veist, í vöðlum og gönguskum og hann skildi skóin eftir bara í ég held að ökli myndi bara slitna af Þannig að það er fullt að veiðigessum hana það er grafa ímsagessum En hefurðu það er einn veiðistæður sem við finnst mjög forvitnilegur því að við finnst hann bara rosalega skrítinn og það eru flögubakkar í Tungufljóti Já Hefur einhverju tengingu við það og svo svæðið þarna fyrir neðan það? Ég hef hlaupið þetta niður til veittu allt svona niður til, sko, það kemur kröpp beygja niður frá og svona má tangi út alveg daldið tölvurt niður frá. Ég held sem að heiti tangi eða mert tangi. Já, ekki ákvarðat. Er þetta rétt fyrir ofan hrífunni? Það fekk ég nokkra fiska hungtíman í vorveiði. En svo fekk ég lengsta sóbyrting sem ég veit þannig að vorveiði, það var mitt á bara fyrst á flugubakkanum það sem, hvað heitir 97 cm langur það var mjög grannur en rosalegt þykki er það ekki, hvað heitir hún Kálfá eða ekki lækurinn sem að kemur út í hana, já, þetta var reynda fyrir neðan hann, kemur smá eyja svona út í og bara fyrir neðan eyjuna bara í beyginu eiginlega þar það lág hann bara yfir bakkan einhvern veginn og ég var bara dræinn og bara skolti bara kom upp og taka fluguna það var bara sjónvið og svo tósa einhvern veginn hýta og svo dró ég svona hálfpartinn upp á land en svo fattaði að eitthvað að tósa í sig þá fór hann að staða út í og lengst nýrðir Ég mitt sko var að þvælast þarna í síðasta vor og að gæta og
þá kom ég hann að manni því að mér finnst svo skrítið, þú veist, það eru svona bollar því að ég hef líka verið hann í aðstæðan sem maður getur vaðið þetta alveg þversugröðs og þá kemst maður að þetta eru svona bollar en þetta er ekki djúft endilega, sko, ef þú ert með mikið söktum þá ertu bara að tikka og ég skildi eftir hann mann sem var nú svona bara að stíga sem fyrst skrefi að læra að kasta og eitthvað, skildi hann eftir og meðan ég kom hinum á stað og svo er ég svona að labba tilbaka til hann, sko, og ég sé að hann drífur hann svona einhverja rétt fram fyrir stöngina og það, þetta er á, þú veist, ég veit ekki 40 cm vatni eða eitthvað, sko, og hann fær hann 88 cm sjóbirting, þú veist, þessi veiðistæðan meikar engan sens. Hann er mjög furðulegur, sko. Af hverju er fiskurinn að hanga þarna og stoppa þarna og langt fram í maí, sko? Já, mjög furðulegt. Þegar hann hefur bara beina leið út í sjó eða svo náttúrulega miklu lógískar að vera upp í Syðrihólma eða undir einhverju barði eða eitthvað, sko. Já, kannski leitar hann bara frekar í lignu, sko. Hann er ekkert mikið að hanga í strömmnum, sko. Nei, góður punkt. Hann er, og ef hann er grund líka, sækja í sig hita, þú veist, líka. Maður veit ekki, Já, það hlýtur að vera eitthvað með hita. Já, ég meina sólinn skín og svartan sandinn og hitnar og... Já, ég hef orðið var við það niður frá oft, sko, þá líkjaði bara á mjög grunnu, sko, veist, eru bara muggan upp úr og eru bara á tungunni eiginlega, þú veist, veitir hvernig þetta er, myndar svona tunga og það bara endar á brotinu, þá kannski sé maður bara uggana, þú veist, það verður líkja það bara í lóðum. Maður sé þetta fyrir ofan Syðrihólma oft. Já. Þegar að vera að skína og svona, maður byrja okkur nú er vera að skína, þetta er sjóbirtingur, hann á að vera ljósfælinn og eitthvað, en þá er þetta bara eins og sé í sólbaði bara á svörtu sandi og örgrunnu vatni. Akkurat. Svo maður lappa kannski í sandunum og kemur á einhverju grunnu pitt sem er kannski búið að minga vatni, sko, og þá sprettur kannski svona stykki í burtu, svona kvikiti, þá liggur hann bara í alveg lignu vatni, í poll kannski bara í hita, þú veist, það er eitthvað hlýtur að vera eitthvað svoleiðis. Já. Þú veist, ég er oftbúlendi í þessu, lappa fram á einhvern fisk sem maður sprettur í burtu, sko, maður, á stað sem maður er alveg fáránlegur, sko. Mjög góða punktur. Svo hlýtur samt að vera hann að sniður allt þetta kúðafljót út af því að það er greinilega að slatta fiski hann að bæða á flugbökkum og svo alveg niður með hann að, hvað er það, herriðar Hrífunesi. Já. Svo náttúrulega brúinu þjóðveginn og alls konar skurðir og annað sem kemur út í þetta. Og lækur hann fyrir neðan brúna, sko, sem að fer upp í á hrygnir og bara fullt aðeim alveg, sko. Ég kom á listana, sko, áður ég fyrir að fara að veiða. Já. Og bara kemur nóttina með ljós og þá sérum við bara því líka drella hérna líka út allt. Bara líka vegun sem á keyrir yfir upp í Hrífunes. Já. Malvegurinn. Hennur þar undir, lækurinn. Já, já. Það er sem er alltaf fiska. Flottur lækur. Já. Það er svona veiðilegur ef hann væri kannski 5 sinnum stærri. Já, það er svona. Já. En það er náttúrulega ótrúlegt hvað er tróða sér upp í litla lindir, sko. Eins og sé myndi bara þarna frá svæðinni kring Greinlæk og Eldvatn og svona, þú veist, 15 punda sjóbirtinga bara hálfa upp úr, sko, í október, nóvember, sko. Já, já. Þetta eru magnaða skepnur. Það eru ótrúlega, sko. Hefur eitthvað veitt eins og í Greinlæk og í svæði? Já, það er mörg ár síðan. En hérna, já, alltaf, það er mörg ár. Þá var ég, veit ég, í Selbúasvæðinu. Og það lenti ég mitt í rigningu og það var byrja að bæta í, sko, ég hætti að veiða. Það var svo mikið fiski sem var að ganga upp í kæljaran, upp fyrir. Það var bara, þeir voru komnir upp á þurft líka við og voru bara býð eftir að fá að komast upp í gatið. Já, það er bara smá hóla þarna í kæljaran. Alveg geggjað, sko. En jú, við fengum einhverja nokkra fiskar, flott svæði. Ótrúlega til þess að hugsa að þú veist að ég sem litla læk hafi, sko, áður en að vegagerðin og landgræðslan voru að þurrka þetta upp reglulega. Það voru kannski 4.000 og eitthvað fiskar að ganga þennan teljara, sko. Það er rosalegt. Það er bara einhverja rangar tölur, sko. Já, þetta er alveg magnað. Það er kannski bara, já, ég veit það ekki. Það er kannski 2 sinnum allur laxastofnin í Langá eða eitthvað í einum litlum helst læk, sko. Já. Ég er að reyna að ímynda mér þetta og þú sagði rangatölur. Ranga er svolítið stór og breið. Það er svolítið pláss fyrir fiskarnar, sko. Já, oft, þú veist, ef að rangaður í 5.000 þá eru vantilega 10 fiskar sem gangaður eða eitthvað. En þú veist, það sé 4.000, sko, þá eru að tala um það sem fer upp tæljanin í Selbúðum, sko. Þá er flóðið og allt það fyrir neðan, sko, og Jónskvísl, Sílagur
Þetta er náttúrulega alveg ævintýralega tölur sko. Já. Væri gaman að sjá hvað þetta stæði í dag í þessar uppsveiflu sjóbreytingsins ef að það ekki komið til þessar þurrka þarna. Já, nákvæmlega. Þetta var alveg skelfilegt að sjá þetta. Alveg ræðilegt í rauninni, já. Og ekkert gert í þessu neitt, eiginlega bara fólk bara bendar hvern annan og borið upp í niður bara, þú veist, eiginlega og ansvar ekki síma hvað þú veist að fáránlegt. Já, þetta er náttúrulega, já, sko, ég held þetta hafi nú farið allavega fyrir Hæstaréttar á sín tíma en þegar þetta er að gerast sko, að það sé ekkert gert, þú veist, það þykir mér alveg fáránlegt sko. Já, það er mitt, þú veist, Vegagerðin og Landgræðsla segja bara að þetta hefur ekkert með þetta ræs að gera en samt er þetta einhvern veginn tengt, þú veist þetta þotnar ekki nema þessi búið að loka fyrir ræsið, skilur Já. Þannig að þetta er einhvern veginn ótrúlega grátlegt líka sérstaklega fyrir svæði sem er á náttúruminni. Svo ábygglega spilar þetta líka inn í ábygglega, þú veist, ef að er mikil þurrkatíð sko, þá hættir að renna í hann annar staðar líka sko, þannig að þarna getur þú bjarga ábygglega með því að halda reynsli gegnum þetta ræsi, þú veist Já, það hlýtur að segja svolít. Þú veist, á veturna þeirra grunnastað er lélega allt frosið og svona. Þú veist, það er alltaf vatni í svo sumrin einhvern veginn en það er kannski á þessum tíma sem það er að tryggja eitthvað reynsli sko. En hvað nú er sko, það eru 5 vikur í veiðitímabil, tæpar. Já. Hvað ætlar að leita fangana í sumar? Hvað byrjar það? Ég er eiginlega bara nenni ekki að veiða svona vorfisk. Nei. En þú veist, það er alltaf gaman að kíkja einhvað, þú veist, ef það er gott veður og svona, en ég nenni ekki taka einhver leyfi og vera einhverju barningi, einhverjum mótvindi og frosti og alveg kvíðu fyrir næsta fisk, skilur það er ekki það er alveg það er að búið á mér sko, það var ógeðslega gaman sko, er gaman þannig en ég Já, ég held að þetta sé svona vegferð sem þú hættir Já. Ég held að náttúrulega eins og fyrir okkur sem var náttúrulega seljum blíð okkar en þá veiðgræðir, þú veist, og svona Já, og við komumst náttúrulega bara ekkert að veiða þú veist, seinni hluta júní, júlí, ágúst langt fram í september þá verður maður einhvern veginn að Þetta er okkar tími Já. Ég var einmitt eitthvað að skjóta á félaga mínu daginn fyrir að vera að kaupa sér eitthvað veiðileyfi allt og dýrt á þrótuðum ágústíma eitthvað lagsveiðileyfi hann sagði mér bara þegja, ég veiti bara í apríl og október Þú sé Ég gæti ekkert mótmælt Nei En ok, hvað ætlar svo náttúrulega að fer að hlýna og kemur hugur í þig? Ég veit það bara ekki, ég er ekki búin að kaupa mér neitt veiðileyfi eða neitt, ég er bara rosalega rólegur, og bara hoppa á eitthvað að gerast tækifæri. Já, þannig, ég ætla að fara að prófa að veiða mikið meira upp á hálendi, og fara eitthvað að prófa nýtt, ég er búin að vera svona fastur að fara eitthvað klaustur, eitthvað ég ætla að prófa eitthvað nýja staði, að fara að norður eitthvað, blíkjuna, fara að blíkju eitthvað. Hefur eitthvað verið upp á álendi eins og Barnarseyði og stöðum? Já, þetta er fyrsta árið mitt, fyrsta sumar sem ég hef ekki farið upp á Barnarseyði. Ok, sko við erum nefnilega mjög forvitnir þetta, þú veist, við vorum bara ræðin á fyrir í dag, við Birkir að hvað væri nú gaman einhvern tímann að geta tekið sér viku frí í júlí og færi bara på Barnarseyði og einhvern veginn haga það er ógeðslega næs segla eftir vindum, sko. Já. Hvað ertu helst að leita fanga þar og hvað er það sem dregur það alltaf aftur upp á Arnarsey? Það er bara eiginlega, alltaf byrja að vera miklu meira fólki hérna, en það er bara einhvern veginn frelsið, það getur veitt allar sólarhringinn, það er bjart allar sólarhringinn þegar maður byrjar að veiða þarna, í júní og júlí og bara, bara fara í lækina og bara alls konar. Og eitthvað svona leynistæði eitthvað, þú veist sem maður segir. Það er svona bara, Og er þetta, þú er bæði, þú veist, í þessum, þú veist, stunda þess að vatnaveiði og svo fara niður þess að læki, hvað heitir þetta allt, það refsveina og eitthvað svona. Já. Litla lón og stóra lón og... Já. Ég byrjaði að veiða í stórlóni, bara ég var pegi, sko. Já. Og það hafa alltaf verið stóri fiskar hérna, sko. Það er þetta að fá alveg flott öðru hérna. Þetta var eiginlega eina vatni sem maður held mér hérna, sem maður náði að halda mér, sko. Hvað er stór fiskur á Arnarseyði? Það er stór. Stór fiskur, 8 pund kannski, 6-8 pund. Bara alveg. En svo er þetta að fá alveg
stærri sko, vinur minni fengið 12 punda urriða þarna og 8 punda bleikju, þannig að þetta er svona alíslenskt rándýr. Já, þetta er svona brúnn og gulur. Ótrúlega kraftmikli sko, gaman að fá þeir eru að taka, gang svo rífa allt drasli út og stökk og djöflast og þetta er svona power í þeim sko, gaman að fá þetta á. Lítla flugstöngu. Já, eða spinner, lítla svona spinnstöngu. Já. Það blundar alveg í mér svona draumur að vera þarna bara í viku. Mér finnst náttúrulega æðislegt að veiða sjóbirtinga á laxa og dót. En mér finnst eitthvað svo sérstætt við að fara upp á hálendi Íslands og veiða eitthvað svona alíslenskt. Þetta er bara lokað kerfi. Þetta er ekki fiskur sem að fara eitthvað til að ná sér í æti. Nei. Hann hefur bara þetta og þeir ná að verða yfir 10 punda. Já. Það er útrúlegt sko. Ég á góða minningar að það hún Arnar segið, ég ekki verið mikið þarna en við að lenda bara í einhverju feikna veiði, bleikjuveiði þannig Arfavatni. Já. Þú veist, mikið svona 45-50 cm bleikjur. Alveg ógeðslega sterkar sko, gaman að fá þetta á sko. Og svona stífar og flottar sko. Já, bragðgóðar, gott að reykja þetta og svo urriðan og bleikjuna og bara... Já, þarna getur maður líka náð sér í kistuna með góðu samvinskupiti. Góðu samvinskupiti, ekki góðu samvinskupiti. Já. Náður það eitthvað tímann að veiða eins og í Reykjavatninu og þar? Ég fór að veiða í Reykjavatni, ég hef aldrei mikið fiskar. Nei, Sorglegt, það er svo flott vatn. Alveg. Já, maður er líka heyrt bara trölla sögur á stórum bleikjum, sko. Já. Það er eins og þetta bara gufað upp, sko. Já. Það er reyndar 2 önnur vötnana sem er mjög nálægt. Það er sem eiga eiginlega sem að sko fljótið byrjar, upptekinu fljótinu. Já. Heita vötnin, ónefndu vötnin við jökulinn í Óflýð. Ég man ekki hvað heita. Ég held að heiti ekki neitt. Nei, höldum við bara þannig líka. Já. Þar veit ég vinnu minn hann stóra urriða 12 punda. Ok. Það er eitthvað svo sjarmandi. Þetta var alveg, það var ekki smá flottur sko. Bara eins og þingvarlega urriði sko. Bara þykkur og rosalega sko. Og það var mikið að segðum að það, mikið að bleikju að það. Þannig að hann hefur verið góðu hufulati. Já, góðu hufulati. Já, er þetta ekki... Það er bara mitt að fara nú mikið heiðina og skoða, þú veist, er ekki að hlusta hérna einhver abagetti, þú veist. Fara bara að skoða annum vötn, litla læki, þú veist, og lítil vötn og þú veist, ef það frýs ekki, þú veist, botnfrýs ekki, það er fiskur í þessu, það er bara svoleiðis. Svo náttúrulega er þessu vötn alltaf í ykkur hringrás, sko. Já, það er bara svoleiðis. Tommi félagi minni í veiðiportinu, hann stundaði hérna í nokkur ára eitthvað vatn sem að hann fékkst aldrei til að segja hvað heitir sko og þú veist bleikjurna voru þetta þú veist 4-6 pund alveg og hörku veiði svo þú veist farðar að verða 3-4 pund og svo 2-3 pund og þá er þetta komið í eitthvað svona offjölguna fasa sko þá þarf þetta bara að fara að gera eitthvað annað í 10 ár og kemur svo aftur þá er þetta aftur orðið svona þú veist að ekki festast að það séu stóri fiskar í þessu og litlir í þessu, þetta er allt í einhverjum sækul, sko. Já, Tommi þekkir heiðin alveg svo lóðan á sér. Já. Bara svoleiðis. Hann er búin að vera mikið hann í oft hittar við frá hann. Já. Það eru margir mistarar hérna á heiðinni, sko. Þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að tappa betur inn í, Birgir, hérna í þessari dagskrárgerð. Já, við höfum verið að leita og reyna. Við vitum eitthvað sem er svona rosalegt ljónan upp á heiðum sendið okkur skilabóð mikið heiðaljón, endilega sendið okkur skilabóð alltaf til að tala einhverjar heiðar sko. Já, maður sé marga sem maður sé áður veiða sko, þannig frá sko, sem eru líka oft þannig frá sko. Það kemur ekki óvart sko, þú veist, það er talað að sé eitthvað svona samfélag veiðvött sko. Já. Ég held að þetta sé alveg rosalega líka mikið með Skagaheiði og Arnarheiði. Já. En það er einhvern veginn menn vilja ekki tala um það sko. Ekki þetta sem, ef þeir eru að gera góð veiði, þú veist, þá náttúrulega vilja ekki tala um það. Nei, þetta er bara eitthvað sem er mjög skiljalegt sko. Já. Heyrðu, Óli, þau hérna góða fólki á Tokyo Sushi, þau eru að standa með okkur í þessari dagskrárgerð og það er hérna, eða langar í gott sushi úr hérna laxi sem er ekki sjókvíaldi, þá ferðu þangað. Ekki spurning. Þau hérna þeir eru alltaf með þessa spurningu eftirlætis hylur eða veiðistaður eða þú þurftir að svona þú ert í blautum dagdrömmu eitt stað og bara enni gefin moment þar sem þú mátti veiða, hvar væri það?
ég veit ekki, segja mig þá. Ef við hugsaum sjóbyrtingur, stór sjóbyrtingur, einn staður. Öll skaft á einn, nei. Já, stór heilur og þetta ég veit ekki, bara, ég veit ekki hvað að segja, sko. Þetta svo mikið að flottu stöðum. Nei, þú þyrftir að velja einn, ef þú snúið upp á hendina þér. Já, ef ekki bara segja, ekki segja bara Fossinn í Tungulöðni. Fossinn í Tungulöðni? Já. Þetta svona love hate. Já, það bara svoleiðis. Fá eitt stóran í Fossinum. Já, shit, ég á það eftir. Einn nýgengin alveg. Kólvilsa, vill komast upp. Já, vill komast upp. Já, Fossinn, Bjarnafoss, það Tókjó staður þessara viku og við munum alltaf afsláttakóðan Hilur 10 fyrir 10% afslátt, virkar í appinu, heimasíðunni, kassanum, sjálfsagreislunni, alls staðar. Já, ég hef náð þessu, náð einum stórum úr Fossinum. Aha. Já, það var mjög gaman, það stóð hérna, hvað sem austamegin undir stóra grjótinu. Já. Sástu yfir á brotinu fyrir ofan, eða? Nei, ég hætti mér fyrir neðan. Ha? Já. Eftir hún þrengist þarna, þá náði að tróða mér einhvern veginn að tipplanda tánum yfir. Og það er svo heimskulegt að gera það síðan það ert að labba yfir allan hólinn. Já. Þú veist, þú bara mása og blása þegar þú komin hann upp, sko. Það er miklu betra að fara yfir á brotinu, en það var bara sökkandi og stór fluga. Félagið minn var upp í brekkunni og sagði aðeins lengra, hann tók. Og það, ok. En ég er búin að fara margar ferðir aftur þarna og reyna að púpa hann og gera allt og það bara tekst ekki einhvern veginn. Nei. Ég er samt, þú veist, ég hef ekki mikla þolinmæði í Fossavegi, en mér hefur samt fundist þegar ég gefið mér smá tími í það. Mér finnst alltaf eins og ég sé líklegur, sko. Þú veist, maður veður hann upp og maður horfir á Hvítfjörðsið og það er bingur og fiski vinstra megin, veit maður, og svo í kviltinni alveg efst, sko, og maður er að kasta langt, maður kasta bara allir línu upp og menda til vinstri og svo menda maður langt fram og maður getur og vonaði besta. Mér finnst ég alltaf líklegur. Þeir bara fucking taki í. Það er bara, þetta er galdurinn að reyna aftur og prófa hvað. Þetta er svo djúsi, sko. Það er bara... Mér finnst þess að flugum við sé að sleikja en trínið, sko. Ég náði þessu eins og þarna, fyrsta árið sem ég var að veiða með þetta röppulegstót. Þá var ég á Benni Andra þarna. Ég fekk reyndar ekki hennar stóra á eitthvað röppulegs, en við náðum að púpa Fossinu, tókum 6. En það var bara mjög lítið vatn. Já, það kannski breytist það. Já, þá var bara reynsli hægara á þetta og fór bara upp í það. Mér finnst líka með það og maður, þú veist, þeir eru þarna og það kemur þarna, þegar ég verið þarna, svona svolítið læna. Þú veist, ef maður á að horfa, ef maður tökum Vörð Marel lýsingum á þetta, horfir upp og þú veist, á vinstra þá kemur svona smá læna út í, sko. Já, einmitt. Og maður horfir á það er eins og snúi aðeins, sko, í þá lænu. Í þá lænu, já. Og séu einhvern veginn að taka súrefni og þá einhverja fæðu tilfallandi þaðan, sko. Þannig að þegar ég er að reyna að ná mínu, að ég tel fullkonar reki á það, sko, þá er ég bara ekki náttúrulegur þegar ég er í hinu draslinu, sko. Já. Og ég hef alveg labbað fram á og þeir líkja hérna við kantinn, sko. Það sem að lækur, sem að rennur út í hérna, sko. Bara við klettana. Og það, og ég maður labba á það, sko, þá líkja hérna mjög grunnt uppið. Og sérstaklega þeir eru miklu vatni, sko, þeir að fara upp. Og hoppa í Fossinu, sko. Það eftir alls konar. Við erum að fjárfesta í kafrabúning og fara upp í stangar hlaupið. Finna, þegar það glíma hólpakið að það. Sko, þú þarft nú bara að sitja á eitthvað snorkurgleiru og láta það bara fljóta niður. Já, það. Mér langar svolítið að gera það, sko. Það væri mjög fornilegt. Ég tala um að núna sem það verður þetta kalt og ég hætti við. Nei, bara GoPro myndaðil í gott flotholt og bara hendir þessu niður. Ég hef gert þetta. Hún var með hérna, bara hún flaut, ég var með hún GoPro. Já. Þá var ég að kasta í hérna Tungufljótið. Og þá sveifla svo mikið, en ég sá alveg þvílíkt mikið af fiski, sko, en maður sá ekki svona nákvæmlega hvernig þeir voru, sko, en maður sá alveg glitta í uggana og hreyfinguna á þeim. Þetta er alveg gaman, sko, maður var gaman. Varstu bara að grítist út í búrhýl? Já, bara með stöngin minni. Já, slakaði henni bara niður. Já. Þetta er svona aðeins að fljóta með þannig, en jú, þetta var alveg, það var gaman að sjá að það var eitthvað fiskar á það. Ólafur Guðmundsson, takk kærlega fyrir að koma í Hylinn og segja ykkur aðeins frá sjóbyrting. Mín var nöðan.